Sellarður, til hamingju með barnið. Takk fyrir það. Hvernig heilsast? Bara mjög vel. Allt frábært, alltaf eins og það á að vera. Séu vel og hefur enga kvart. Til hamingju með deildarmeistaratitilinn líka. Takk fyrir það. Já. Leikurinn áðan. Góð endurkoma, en duð ekki til. Nei, þetta var svolítið kannski ómikið brekka, sérstaklega sem við grófum okkur bæði í öðru leikluta sem við bara náum alltaf að setja boltann í kornum með fjögust í öllu leiklutan, en við gerum að samanskapi mjög vel varnarlega sem að kannski bæði þessi lið standa fyrir að spila harða og góða vörn. Þannig að við fundum glufur, fundum rytma sóknarlega í þriðja. Það er bara skoruð of mikið. Og á sama tíma erum við með 8 stiga leik þegar mér finnst bara persónulega að dómararnir missa svolítið tökin. Þeir sleppa, finnst mér, augljóslegri auðvillu á leikmann Hauka og við fáum auðvillu strax í kjölfarið og þarna er 8 stiga leikur sem breytist allt í 12-14 og svo fáum við tæknilega á bekkinn strax eftir í kjölfarið, þannig að þetta breytir svo rosalega rytmanum á leiknum sem að dómarar þurfa að átta sig á að svona hluti skipta miklu máli og þetta sé villa er ekki bara villa, það þarf að standa eitthvað á bakvið og línan þarf að vera sama stað allan leikin og það er líka eitthvað sem að má alveg varast í þessum leikjum að þessi leikir eru alltaf harðir. Nú virtist línan einmitt breytast aðeins í hálfleik. Það var ekki alveg sami taktur í dómarunum í seinni hálfleik og í fyrri hálfleik. Nei, þetta var bara mjög skringilega dæmdur leikur en ég er nú ekki vanur að tala dómgæslu og mér fannst þetta bara svo blóðugt. Þetta var eiginlega bara þannig og við grófum okkur sjálfar hólið á sama tíma og gerðum mjög vel í að koma okkur upp úr henni en bara ekki nú. Já, nú skoðaði útlendingur hjá okkur, Daniela, hún skoraði fyrstu 13 stig leiksins fyrir ykkur og svo skoraði hann ekki aftur fyrir hann voru bara 4 mínútur eftir að þriðja leikluta. Eða var ekki unni í fjórða leikluta? 5 mínútur eftir fjórða sem hún skoraði aftur. Já, hún skoraði ekkert í þriðja aldrei. Var það breyting á vörninni á Haukum eða mistu þið taktinni að finna hana? Það var bara svona bæði og það gerðu mjög vel varnarlega Haukar en á sama tíma þá erum við með leiði til að finna hana sem við vorum ekki að nota og sem við munum fara vel yfir fyrir næsta leik á móti þeim og það er mjög gott að fá þennan leik svona testrun fyrir það sem er hægt að laga fyrir úrslitakeppnina og koma beint